Svo þessi bíll líka með regenerative braking sem að þýðir að bíllinn getur hlaðið inn á rafhlöðuna sína þegar maður bremsar. Svo hann líka með svokallað one pedal drive sem að þýðir að maður getur keyrt bara með inngjöfinni. Þegar þú vilt fara áfram og gefa í, þá, gefur þú í, en svo þegar þú sleppir inngjöfinni, að þá bremsar bíllinn sjálfkrafa og hleður inn í sig á meðan. Einstaklega hentugt þegar maður að keyra innan bæjar að geta gert þetta bara með einum pedala án þess að hugsa of mikið. Svo hérna fyrir neðan afþreyingarkerfi bílsins finnum maður alvöru takka. Með þessum alvöru tökkum getur maður stjórna því helsta í miðstöðvarkerfi bílsins. Ekki nóg með það að þetta séu bara alvöru takkar, heldur þá eru þeir einstaklega vel framleiddir. Öll klikk og allar aðgerðir sem maður gerir með þessum tökkum eru einkar viðkunnanleg. Svo hægt að hlaða símann sinn þráðlaust hérna. Það sem einkar viðkunnanlegt við þetta svæði hérna, þar sem maður hleður símann sinn þráðlaust, það er svona fílt efni hérna bakvið, þannig að það er svona mjúkt og fer einkar vel með bakhlið símans. Maður er ekkert að fara að rispa eða neitt svoleiðis. Svo er líka pínulítil vifta hérna bakvið sem að þýðir það að síminn verður aldrei of heitur, þannig að það er alltaf aðeins verið að kæla rafhlöðuna svo hann ofhitni ekki.